Akurnesingar hafa spilað góða knattspyrnu í sumar og þar hafa tvíburabræðurnir Bjarki og Arnar Gunnlaugssynir komið heldur betur við sögu. Jón Örn var uppi á Skaga í dag. Það er óhætt að segja að þeir bræður hafi blómstrað í sumar. Arnar hefur verið iðinn við kolan og er hann nú markahæstur í deildinni með 13 mörk í 16 leikjum. Ég hef fulla trú að við náum að klára það núna næsta leik móti FH. En þá voru mjög erfiðan útileik við KR. Ég hef enga trú að þeir vinni. Það maður hefur búin að segja því allt sumar að maður hef enga trú að þeir vinni næsta leik. Það gera þeir alltaf. Bjarki hefur ekki verið jafn markheppinn og Arnar, en hann hefur hins vegar átt drjúgan þátt í fjölmörgum mörkum Skagamanna í sumar. Við erum spilað saman núna þessi hópur í 3 ár, fjallir saman niður. Það komið svona nokkur reynsla á þetta. Síðan höfum við mjög góðan þjálfara, mjög góða stjórn líka kringum þetta. Þetta vinnur svona allt saman. Skagaliðið spilar ljómandi fótbolta þar sem áhersla er lögð á mikinn hraða. Þar hafa bræðurnir notið sín því þeir eru eldfljótir og leiknir með knöttinn. Þeir hafa geyslega góða boltatekník og eru mjög teknískir. Og aðri leikmenn í liðinu líta kannski oft út fyrir að vera ekki eins teknískir við liðin á þeim. En ég er hræddur að það væri alveg sama hverja þú myndir setja með þeim. Þeir myndu allir líta út fyrir að vera ekki eins teknískir og bræðurnir. Þeir eru í yfirgetu í tækni. Skagamenn geta unnið Íslandsmótið á morgun. Til þess að svo megi verða þurfa þeir vitanlega sigra FH-inga og KR-ingar að leggja Þórsaravelli eða að gera jafntefli við norðanliðið. Það verður ekki annað sagt en að Skagamenn séu bjartsýnir fyrir endasprettin í deildinni. Hverjir verða meistarar? Akranes er engin vafi. Er þetta spurningin á Skaganum? Ekki spurning í, ja. Engin spurning. Skaginn vinnur þetta. Hvers vegna? Hvers vegna? Þeir eru bestir.